Komið þið sæl, á að byggja upp Keflavíkurflugvöll, á að byggja upp nýjan flugvöll í Hvassahrauni, Egilsstaðaflugvöllur verði fyrsti varaflugvöllur landsins og Norrlendingar, Eyfirðingar sitja eftir með sárt ennið. Sveinbjörn Indriðason, forstjóri Isavia, vertu velkominn. Takk fyrir. Takk. Ja, þú hefur nú orðið var við það, væntanlega, að Eyfirðingar, Norrlendingar, þeir sitja uppi með sárt ennið og eru brjálaðir út í ykkur. Já, ég veit ekki hvort það sé rétt að segja sitja endilega eftir með sárt ennið. Ég held kannski það sem hefur komið í ljós það að síðustu mánuði og kannski ára þá hefur umræðan bara verið svolítið á röngum stað þegar kemur að uppbyggingu flugvallarmannvirkja á landsbyggðinni. Og það sé bara einfaldlega verið að veifa bara röngum trompum í þeirri umræðu. Hvernig? Það sem hefur náttúrulega verið mjög áberandi nú síðast og líka við talað á hverju heimili á Íslandi að það þessi varaflugvöllumræða til dæmis. Og ég hef upplegað svolítið þannig að það sé litið á varaflugvallahugtaki sem lausn á öllum fjárhagsvanda innanlandsflugvallakerfisins og innanlandsflugvallakerfið í heild finnst mér hafa bara liðið svolítið fyrir það umræðu. Það er búið að búa til einhvers konar meintar þarfir þeirra millilandaflugvalla sem fljúga til og frá Íslandi og enda líka þetta núna skilið sér í því og ég fagna því að fyrir einhverjum mánuðum síðan þá tók Icelandair, sem náttúrulega stærsta flugfélagi sem flýgur til og frá Íslandi, tók af skarið og raun og veru sendi bréf til samgönguráðuneytisins og samgönguyfirvalda þar sem að flugfélagið útlistaði sínar þarfir þegar kemur að því að geta skráð varaflugvöll á Íslandi. Og niðurstaðan þar sú að ákveðin uppbygging á Egilsstaðaflugvelli að hún leysir í raun og veru þeirra þarfir innan allavega að því þetta snýst alltaf pening á endanum leysir þeirra þarfir þegar kemur að því að skrá varaflugvöll. Og varðandi varaflugvöll umræðina að þá þarf í raun og veru bara pláss á jörðinni til að geyma fullt af flugvöllum. Það þarf ekkert einhverja flugstöðu uppbyggingu eitthvað slíkt. Þannig að varaflugvalla uppbygging hún nýtist ekkert endilega flugvöllum sem heildstæður millilanda flugvallalausn. Þannig að Akureyri, þú segir að sitja eftir með sárt ennið og allir brjálaðir, kannski út í okkur en ættu nú ekki vera brjálaðir út í okkur sérstaklega því að það ekki við sem tökum þessar ákvörðun. En ég hef lengi haft á skoðun að ef við horfum til dæmis á bara Eyjafjörðinn og Norðurland eystra og bara Norðurlandi í heildina að það orðið náttúrulega alveg bara ótrúlega mikil uppbygging í ferðaþjónustu og ferðaþjónustufyrirtæki hafa verið að gera þetta alveg stórkostlega vel. Það hafa komið hingað leiguflugfélög sem að fljúga hingað beint með erlenda farþega og það hefur verið gert að miklum myndarskap. Flugvöllurinn á Akureyri, hann orðinn of lítill fyrir þetta. Flugbrautamannvirkið og flugklæðið það erfitt en það dugar fyrir þessa trafík sem hefur verið til þessa. En flugstöðin of lítil, þannig að það þarf að gera eitthvað þar. En tækifæri til að sækja fjármagn til Akureyrarflugvallar að það að horfa á flugvöllinn og nærsamfélagið og Norðurlandið allt og jafnvel inn á Austurland sem ein heild. Þú getur ekki, við getum ekki sett fjármuni eins og okkur uppálagt hjá Isavia að okkur uppálagt að setja fjármuni eingöngu í arðbær verkefni og fjármuni sem þú fjárfestir í Akureyrarflugvalli ekki fjárhagslega arðbærir en þeir eru gríðarlega arðbærir fyrir samfélagið, bæði nærsamfélagið og bara Íslandi í heildina og uppfyllir allar þessar allt sem við erum uppfyllað með byggðar stefnum og öðru slíku. Þú ert að jafna aðstöðu mun fólks á Íslandi, þú ert að fjölga atvinnutækifærum út á landi og tækifærið á Akureyrarflugvelli en það þarf að sækja fjármagnið á réttum forsendum svo að alþingismenn og Alþingi geti tekið réttar ákvarðanir byggðar á réttum forsendum, ekki út frá einhverju öryggis veifu. Finnst þér þessi umræða hún sé stundum á villigötum? Mjög miklum villigötum og búin að vera það í svolítinn tíma og það er mjög óheppilegt að hún sé á villigötum alltaf óheppilegt að umræður eru á villigötum en það er sérstaklega óheppilegt þegar kemur að því að það er verið að ræða flugöryggi og við erum öll að hafa okkar skoðun á flugöryggi þetta og flugöryggi hitt.
sko þegar kemur að því að flugfélög skrá varaflugvelli, að þá það bara þá það flugfélögin sem taka ákvörðun það byggt á í raun og veru fullt af þáttum. Og það að vera með lítið land eins og Ísland og ætla sér að setja við eitthvað net varaflugvalla, það bara pínlítið galin hugmynd því að við erum pínlítið hagkerfi og þetta kostar óheyrilega fjármuni sem ekki að skila sér tilbaka fjárhagslega til þess sem að fjárfestir í þessu. Og flugfélögin sem að fljúga til og frá Íslandi að við verðum að gæta samkeppnishæfni Íslands. Ég ekki að tala samkeppnishæfni Keflavíkurflugvalla bara út af fyrir sig. Heldur bara samkeppnishæfni Íslands þegar kemur að því að sækja erlenda ferðamenn til Íslands. Þá verðum við að geta boðið upp á þjónustugjöld á Keflavíkurflugvelli sem eru í takt við það sem við erum að sjá annars staðar í Evrópu og mögulega í Ameríku líka. Við tökum annan snúning á þessari varaflugvalla umræðu síðar í þættinum, en fyrst að Isavia það eru að verða skipulagsbreytingar á uppbyggingu Isavia sem að taka gildi áramótin. Já, það sem við erum að gera og svo við byrjum aðeins kannski bara fyrir Isavia var stofnað að Isavia í raun og veru byggt upp af þremur mjög ólíkum kjarnaeiningum. Að við erum með rekstur Keflavíkurflugvallar og hann sjálfbær. Okkur uppálagt bara samkvæmt Evrópureglugerðum að aðal og stærsti flugvallur landsins, ef hann búinn að ná ákveðinni stærð, hann verður að vera sjálfbær og má ekki þiggja raun og veru meðgjöf frá ríkinu. Og það eru bara samkeppnissjónarmið innan Evrópu sem stýra því og bara hið besta mál. Þannig að Keflavíkurflugvallur og hann sjálfbær, hann stendur undir sér. Þau þjónustugjöld sem við innheimtum af flugrekendum og þær viðskiptatekjur sem við fáum af flugfarþegum, að þær duga til að standa undir bæði rekstrarkostnaði og svo uppbyggingunni. Og þannig að þær ákvarðanir sem eru teknar í rekstur Keflavíkurflugvallar miða allar að því að hann standi undir sér fjárhagslega og sé sjálfbær til framtíðar, bæði gagnvart núverandi fjölda farþega og eins líka bara uppbyggingarþörfinu sem framöndan Það mikið talað þessar gáttir inn í landið og Keflavík lang stærsta gáttin. Skiptifarþegarnir sem að koma til Keflavíkur, hversu stórir eru skiptifarþegarnir í veltu Keflavíkurflugvallar? Hversu miklu máli skipta þeir? Skiptifarþegarnir hafa verið að rokka þetta bilinu kannski 30–50% af öllum þeim fjölda farþega sem fer gegnum Keflavíkurflugvöll. Þannig að þeir skipta mjög miklu máli. Við getum meira sem gengið það langt að segja að skiptifarþegarnir eru lykilatriði í því að viðhalda og byggja upp þessar flugtengingar sem eru til staðar til og frá Íslandi. Og horfur á Ísland sem bara markað, heimamarkaðurinn þetta örmarkaður. Þetta pínlítill markaður og Ísland myndi ekki halda uppi nema einhverjum örfáum flugum til Evrópu og einhverjum færri flugum til Ameríku á hverjum einasta degi. Nú erum við með fleiri tugi áfangastaða, daglega áfangastaða sikkur megin við Atlantshafið og það eru skiptifarþegarnir sem að halda uppi þeirri flugumferð. Þannig að þessi umræða það það sé bara verið að byggja í kringum einhverja farþegi sem koma aldrei til Íslands. Fólk ofta að pirra sig við því að hún bara á mjög miklum villigötum. Af því að án þeirra þá værum við ekki með þessar flugtengingar. Og alþjóðasamtök flugvalla í Evrópu hafa framkvæmt á þessu rannsókn fyrir nokkrum mánuðum síðan á flugvöllum í Evrópu. Það var reyndar Ísland ekki hluta af því en aðstæður hér ekkert öðruvísi varðandi þetta heldur en í öðrum löndum. Og niðurstaðan úr þeirri greiningu var svo að fyrir hver 10% sem að þú fjölgar í flugtengingum til og frá viðkomandi landi þá ertu að auka hagvöxt 0,5% og þetta eru gríðarlega stórar tölur og það er mjög sterkt tenging á milli. Þannig að ef við tökum bara skiptifarþegana út þá fækkar flugtengingunum og það kemur bara beint niður á hagvöxtinu. Og við erum ekki bara að tala um hagvöxt sem tengist ferðaþjónustu eða atvinnu uppbyggingu á Suðurnesjum í kringum Keflavíkurflugvöll, heldur þetta tengist líka bara aðgangur okkar að menntun, listum, þetta útflutningur á ferskur, við þekkjum það nú þegar við erum að flytja út ferska fiskinn okkar og annað slíkt. Þannig að þetta tengist öllum þáttum sem að stýra með einum öðrum hætti hagvexti. En þá allur þessi bransi og öll þessi uppbygging hægt að líta á rekstur flugvalla sem bara áhættu fjárfestingu?
Algjörlega og þetta Eða áhætturekstur? Já, þetta er áhætturekstur og alveg klárt mál og ef þú horfir á þetta þannig að ef þú horfir á sem sagt innviði flugvalla að það er malbygg í flugbrautum og það er steypa og járn í húsum. Þú ert með hinum endanum að þá ertu með sko það sem að býr til tekjurnar, það er út af flugvélum sem er hreyfanlegasta eign í heiminum. Þú getur farið með flugvélina hvert sem er í heiminum en þú ert fastur með innviðina samt alltaf hérna á landinu, þannig að sjálfsögður þetta áhætturekstur. Þannig að allar ákvarðanir sem við erum að taka varðandi uppbyggingu verða að byggja á því hvaða tækifæri við sjáum í markaðinum í kringum okkur. Nú búum við það vel á Íslandi að við erum vel staðsett þegar kemur að tengiflugi milli Evrópu og Ameríku og það er sem sagt viðskiptamódel Icelandair og WOW Air á meðan WOW Air var í rekstri byggði einmitt á því að tengja saman í raun og veru áfangastaði sikkurum með Atlantshafið þar sem að fólk þarf hvort sem er að millilenda. Þannig að þá eru verið að skapa okkur eitthvað ákveðið fyrir samkeppnisforskot sem svona höfnflugvöllur fyrir áfangastaði sem að fólk þarf hvort sem er að fljúga hérna og millilenda frá og við sáum til dæmis núna að Norwegian er til dæmis að draga úr beinu flugi milli Skandinavíu og Ameríku. Þannig að fólk sem er að fara frá þeim upprunastöðum þarf núna að fara að velja sér flugleiðir þar sem þarf hvort sem er að millilenda og þá er Keflavíkurflugvöllur þar sem við viljum að sé efst á blaði. En það er verið að tala jafnvel að þið byggja upp nýjan flugvöll í Hvassahrauni. Er eitthvað vit þá í því að þið vera með 2 flugvelli nánast hlið við hlið í áhætturekstri? Sko í mínum huga þá er það sko, þeir mun aldrei vera sko, þeir mun aldrei ganga upp að hafa báða. Það er bara annar þeirra sem að kemur til með að virka sko. En sko það sem er alveg í allir þessu umræðu, ef við horfum bara aðeins tilbaka þegar sem sagt flugstöð Leifs Eiríkssonar er opnuð 1987, þá er hún byggð fyrir aðra tegund af umferð heldur en fyrir flugvöllinn í dag. Þá var ekkert verið að byggja upp einhverja flugstöð fyrir skiptifarþega umferð, heldur var þetta meira bara sem sagt fyrir umferðina til og frá Íslandi. Þannig að, sem sagt, að við erum með innviði á Keflavíkurflugvelli sem að henta misvel fyrir þá þessa tegund af flugumferð sem er í dag sem er skiptifarþegatraffíkin. Mér finnst frábært að fá í hendurnar nýjan flugvöll, hvort sem það er í Hvassahrauni eða annars staðar. Þar sem við getum verið að reka sem sagt, okkar fyrirtæki á mun hagkvæmari hátt og með miklu meiri skilvirkni og allt flæði væri miklu betur miðað að skiptifarþegaumferðinni og slíkt. En við sitjum upp með það að við erum með þessi innviði með stoppverðmæti á þessum innviðum að Keflavíkurflugvelli einhvers staðar á bilinu 160 til 200 milljarðar og meira segir þetta sko er þetta innviði sem við höfum fengið svolítið til eigna frá Bandaríkjamönnum í tengslu við þeirra hersetu á landi. Meira segir ég held að Bandaríkjastjórn hefði borgað 2/3 af kostnaðinu við að reisa sko flugstöðina. Þannig að það ætla sér að fara að setja upp sko nýjan flugvöll fyrir sko 300 til 400 milljarða, skilja eftir sko þessi innviða verðmæti á Keflavíkurflugvelli plús það að vera kannski búin að fjárfesta fyrir einhverja 150 milljarða á Keflavíkurflugvelli á meðan að vera að reisa Hvassahraunflugvöll. Þú ert kannski komin í tölur upp á 700-800 milljarða. Þetta eru bara tölur sem við getum ekkert leyft okkur að horfa fram hjá nema peningarnir komi bara frá Guði. Þannig að við erum lítið hagkerfi og við verðum einhvern veginn að horfa á alla þessa hluti í samhengi. Þannig að, sem sagt, aftur, ég var alveg til í að fá splunkunni af flugvelli í hendurnar. En þetta verður að vera þannig að, sem sagt, að fjárhagslega skuldbindingi sem að felst í því að byggja nýjan alþjóðaflugvöll á endanum að það eru það farþegarnir sem að fljúga til og frá Íslandi sem að munu borga þetta. Þannig að reikningsdæmið þarf einfaldlega bara að ganga upp svo að farþegarnir haldi áfram að koma til okkar. Reykjavíkurflugvöllur, það er deilt framtíð Reykjavíkurflugvallar. Hvað segir forstjóri Isavia Reykjavíkurflugvöll, á hann að vera eða fara? Sko, við höfum svo sem ekki við höfum svo sem enga þannilega skoðun á því sko hvort hann eigi að vera eða fara. Það er náttúrulega mikilvægt samt að horfa til þess ef að ég stíga aðeins svona út úr stór forstjóri Isavia og tali bara fyrir sjálfa mig að það er náttúrulega risastór hluti af svona samrekstri og þjónustu bara fyrir Íslandi í heildina er á höfuðborgarsvæðinu og það er einhver ákvörðun sem við tekið fyrir einhverjum 20 ára síðan og allt er góðið með það. Reykjavíkurflugvöllur gefur
fólki á landsbyggðinni kost á því að nálgast þessa þjónustu með auðveldari hætti heldur en ef að innanlandsflugi væri flutt í Hvassahraun eða jafnvel til Keflavíkurflugvallar. Þannig að það semst út frá þeim bæjardyrum að þá er Reykjavíkurflugvöllur á bara góðum stað. Reykjavíkurflugvöllur komin í skjól núna til næstu 15 til 20 ára eftir að Hvassahraunskýrslan var gefin út og fyrir mig persónulega það bara mjög jákvætt og það getur líka að gera það verkum að við getum svona farið að horfa til sem sagt viðhalds þarfa flugvallarins með það fyrir augum að hann sé ekki að fara bara eftir kortið sko. Fyrir Isavia þá þurfum við að geta gert svolítið greinarmun á því hvort að við séum að reka flugvöll sem stendur undir sig fjárhagslega eða hvort að við séum að reka kerfi sem að snýra því að uppfylla svona almannahagsmuni og það flugvallakerfi fyrir utan Keflavíkurflugvöll. Og þar í raun og veru svo mikilvægt að allar ákvarðanir séu teknar af sem sagt Íslenska ríkinu af því fólki sem að Ísland allt kýs til þess að taka þessar ákvarðanir. Og þessar ákvarðanir snúa því, þú veist hvað átt að vera, það þurfa Austfirðingar að ferðast langan veg til að sækja sér þjónustuna á Landspítalann. En á ekki Isavia að hafa sem sagt skoðanir á þessu? Ég geri ráð fyrir að forstjóri Isavia að hann fái reglulega símtöl frá samgönguráðherra. Já, við höfum mikið og gott samtal við samgönguyfirvöld varðandi rekstur flugvallanna. Það að forstjóri Isavia fara að taka einhverja ákvörðun það hvort að hvort það tæki Austfirðingar 5 tíma eða 2 tíma að komast á Landspítalann. Það einhver ákvörðun sem ég get ekki tekið og mér ekki ætlað að taka það ákvörðun. Og það einmitt þannig að við erum með eigendastefnu frá fjármálaráðuneytinu sem segir það raun og veru allar ákvarðanir sem við tökum fjárfestingur annað eigi að skila fjárhagslegri arðsemi. Allar aðrar ákvarðanir þær verða bara að vera teknar af Alþingi og fjármagnaðar úr ríkissjóði. Því að ég hef stundum orðað þetta með hætti að segja eins og svo að Isavia ætti að bera ábyrgð á því að úthluta kannski milljarði milli flugvalla á Íslandi. Og ég bara einhver náungi í bæ sem bara ráðinn sem forstjóri einhverju fyrirtæki, ég og frændfólk á Dalvík sem ég þykir bara mjög vænt Mér finnst bara frábært ef að Akureyrarflugvelli yrði þá gert aðeins hærra undir höfði varðandi þennan milljarð á meðan kannski framkvæmdastjóri fjármálasviðs Isavia hann á kannski frænku á Egilsstöðum og hann vill kannski að hún geti með auðveldum hætti komast á Landspítalann. En við eigum ekkert að taka ákvarðanir undir hlutafélagahattinu með þessum hætti, heldur að þjóðkjörnir einstaklingar sem eiga forgangsraða bara eftir því hvað pólitíkin vill hverju sinni. Þess vegna erum við nú að kjósa fólk á Alþingi, það er til að taka nákvæmlega þessar ákvarðanir. Við aftur á móti, við forgangsröðum, við komum með tillögu að forgangsröðum fjármuna í innanlandsflugvallarkerfinu út frá því að halda sem flestum flugvöllum og lendingarstöðum opnum innan þess fjárhagsramma sem okkur settur af Íslenska ríkinu. Þar komum við inn með okkar sérfræðiþekkingu og en ekki það, þú veist að hvað besta þjónustan og slíkt. Það var nú fundum daginn þar sem ég var spurður á því hvenær ætlaði að malbika bílastæði á Ísafirði. Ég hef komið á Ísafjörð og það er bara til skammar hvernig bílastæðið þetta er allt í hólum og veðst í drull og allt svoleiðis. Aftur á móti ef ég fengi í dag 100 milljónir og ég myndi ráði í hvaða færi, ég myndi ekki setja það í bílastæði á Ísafirði, ég myndi setja það í einhvern af þessum flugvöllum sem ég veit að ég þarf að loka eftir ár af því að ljósabúnaðurinn uppfyllir ekki skilyrði eða skyldur eða kröfur fyrir ekki það. Þarna eru þá komin aftur út í Akureyrarflugvöll og Egilsstaðaflugvöll, þessa flugvelli sem eru skilgreindir sem varaflugvellir, en þá Egilsstaðaflugvöllur verði fyrstur varaflugvalla. Eyfirðingar, þeir þá sitja eftir með sárt ennið, segjum við aftur. Er þetta að segja það svona bara á mannamáli, Eyfirðingar, sorry, þið bara eru onni skurði? Nei, alls ekki, því að Egilsstaðaflugvöllur og Akureyrarflugvöllur, þeir eru ekkert skilgreindir sérstaklega sem varaflugvöllur. Og varaflugvöllur er hugtak sem ekki einu sinni til í sem alþjóðlegu fræðum þegar kemur að flugvöllum. Varaflugvöllur er einfaldlega flugvöllur sem að flugfélag skráir á sínu ferðalagi sem sá flugvöllur sem að þau ætla að lenda á ef eitthvað kemur upp á upphaflega áfangastaðnum. Og þá þurfa flugfélagin bara að geta þess að þessi flugvöllur sem að þau skrá taki við þessari tegunda flugvél sem að flugfélagið að fljúga.
og Akureyrarflugvöllur, hann tekur við til dæmis 757-unum, Boeing 757-vélum Icelandair. Egilsstaðaflugvöllur tekur við þeim líka og þó svo í framkvæmd einhver uppbygging á Egilsstaðaflugvelli sem að snýra því raun og veru að búa bara til pláss á jörðinni fyrir fleiri flugvélar, að þá á örugglega einhvern tímann eftir að lenda flugvél á Akureyrarflugvelli út af því hún gæti ekki lenda í Keflavík. Þannig að þetta kemur ekkert í veg fyrir það að flugfélög skrái ekki Akureyrarflugvöll sem varaflugvöll, heldur það sem verið að biðja að það að það sé að koma fleiri flugvélum á jörðina á sama tíma. Hugmyndin á Egilsstaðaflugvelli, það einfaldlega bara að gera langa akbraut meðfram flugbrautinni og ef það kemur upp þær aðstæður að sé geta lenda Keflavíkurflugvöll, þá geta, ég veit ekki hvað, 15, 18, 20, hvað margar flugvélar lenda á Egilsstaðaflugvelli, að raða sér upp á akbrautinni og svo þegar búið að leysa vandann þá bara fara þær aftur. Það er engin uppbygging að fara að eiga sér stað í flugstöðinni, þannig að Egilsstaðaflugvöllur ekkert að fara að ná einhverju forskoti sem millilandaflugvöllur umfram Akureyrarflugvöll. Egilsstaðaflugvöllur bara að fá það að geta verið fleiri flugvélar á sama tíma á jörðinni. Og uppbyggingin sem kemur til með kannski fara frekar hinum megin frá. Ef við horfum á Akureyrarflugvöll, að búið að vera mikil umræða flughlað á Akureyrarflugvelli. Flughlaðið er lítið, það eru þrengsliðar. Ég held að sé eitthvað 3, 4, 5 sinnum á ári sem gerist að minni einkavélar sem lenda á Akureyrarflugvelli skila sér farþegunum að þurfa að fljúga kannski til Egilsstaða og bíða þar af því það er ekki pláss fyrir á Akureyrarflugvelli. En það að fara að byggja upp eitthvað flughlað eingöngu til að geyma flugvélar ef til neyðarástand kemur, sem betur fyrir gerist mjög sjaldan, það flughlað kannski nýtist ekkert almennilega fyrir aðra atvinnustarfsemi. Og ef þú horfir til dæmis á Akureyrarflugvöll að þú ert með flugstarfsemi. Við erum með flugfélög sem að sinna útsýnisflugi og annað. Við erum með það eru starfandi maintenance viðhaldsþjónusta. Og samkvæmt mínum upplýsingum og mér skilst að þessi fyrirtækja þau þurfa til dæmis á betri aðstöðu að halda, byggja stærri flugskýli og annað slíkt. Er þá ekki bara miklu betur farið að nota fjármuni til að búa til flughlað sem að nýtist starfsemin á flugvellinum heldur en endilega flughlað einhvers staðar sem að geymi bara flugvélar í neyð. Þannig að það er þessi nálgun sem að gerir alla umræðuna svo skakka að hvort viljum við leysa atvinnuhlutann eða neyðarhlutann. Af því þetta eru tveir gjörólíkir póstar. En eru nefndir í sömu andránni? Eru nefndir í sömu andránni og ég held að þetta hafi bara verið svolítið misfarið einmitt að reyna að nota öryggisumræðuna til þess að sækja fjármagn sem var ætlað til annars heldur en að auka öryggi. Þetta kannski hljómar illa. Það mun auka öryggi, mögulega, en það mun ekki endilega skila því sem að því er ætlað að skila inn í samfélagið. Nærsamfélagið eða bara Norðurlandið og Austurlandið í heild sinni. Hvernig sér þú sem forstjóri Isavia uppbygginguna fyrir þér þá á Akureyri í náinni framtíð? Ég myndi sjá fyrir mér að það sem að þarf að byrja bara í allri umræðinni að bæði og við erum alveg og eru nú þegar farin að vera þátttakendur í umræðu. Það er bæði hagsmunaaðilar á svæðinu, sveitarfélögin á Norðurlandi, við, þingmenn Norðausturkjördæmis og þingmenn Norðurlands. Við þurfum öll að leggjast eina sveif með það að byrja að tala sömu rödd það af hverju viljum við fá ríkisfjármagn til uppbyggingar Akureyrarflugvelli. Og þá er svo mikið einfaldara að taka ákvörðun það að sækja fjármagn til að jafna aðstöðu fólks á landinu, til að bæta atvinnu út á landi og annað slíkt. Þannig að þetta er komin önnur ákvörðun inn á Alþingi. Annars sem við getum gert í Isavia að við getum verið lausnamiðaðri og við erum að gera það og eitt af því sem við erum alltaf að passa upp á að nú er komin gríðarlega mikið reynslu og þekking þegar kemur að uppbyggingu flugvalla innviða á Keflavíkurflugvelli. Og við höfum byggt upp síðustu árin svolítið í leghókaupa leiðinni við höfum alltaf verið að bæta við í smáum skrefum að því að farþegavöxturinn hann hefur verið töluvert meiri bara heldur en við áttum von á og við höfum alltaf þurft að vera einhvern veginn að redda okkur. Við getum nýtt þá þekkingu til dæmis á Akureyrarflugvelli og við vorum komið með hugmynda að leið meðal annars að auka fjölga fermetrum að auka afkost flugstöðvarinnar á Akureyrarflugvelli með
einhverju svona sem einhverju myndi kalla svona bráðabirgða leið sem eitthvað sem við gerum þegar við eigum ekki peninga. Svo kemur hérna KEA-umræðan upp og það er farið að teikna einhverju svona stærri flugstöð. Þannig að hugmyndir svona dettur aðeins til hliðar. Ég held að við þurfum að bara fara að hugsa uppbyggingun á Akureyrarflugvelli með sama hætti og við höfum bara gert á Keflavíkurflugvelli síðustu 10-15 árin. Að gera þetta í smærri skrefum. Ekki að byggja heila kirkju fyrir hérna aðfangadagskvöld. Það sé mjög mikilvægt og þar getur við komið með gríðarlega mikið valjú sem flugvallarekandi og þar eigum við að vera. En þegar maður fylgist með umræðunni, sem sagt, Skagfirðingar, þeir eru snöggir síðan að benda á Alexandersflugvöll, svo koma Þingeyingar inn og þeir eru með sitt flugvallastæði, þannig að þetta er bara, ég má segja, bara byggðapólitík. Já, þetta er klárlega byggðapólitík og sem sagt, það sem við þurfum að aftur hafa í huga að við erum örríki, við erum með pínlítið hagkerfi og það þarf gríðarlega mikið til að alþjóðlegu flugvöllur standi undir sig fjárhagslega, þannig að það er alltaf eitthvað sem þarf að borga brúsann og það er ástæða fyrir því ég kalla þetta byggðamál, er það að það er íslenska ríkið sem þarf að borga brúsann, en íslenska ríkið fær samt á sama tíma fullt af verðmætum tilbaka, fullt af arðsemi, samfélagslegri arðsemi, en þá líka verðum við að gæta þess að forgangsraða þeim stöðum sem íslenska ríkið fjárfestir í, sem sagt eftir því hvaða uppbygging er þegar búin að eiga sér stað á nærsvæðinu og eins og ég held ég nefnt á hana á Eyjafjarðarsvæðinu að það er alveg bara aðdáunarvert hvað er búið að byggja upp mikla og öfluga og góða ferðaþjónustu og bara stönduga ferðaþjónustu að mörgu leyti og þess vegna þarf að byrja á því að, sem sagt, að beina þessum fjármunum að mínu viti bara sem Íslending til Akureyrarflugvallar frekar heldur en að, sem sagt, að fara að reyna að dreifa einhverjum litlum peningum út um allt og við gerum þó allt pínlítið illa að reyna að gera hlutina bara svolítið vel á færri stöðum. Ég held að það sé eitt af því sem við þurfum líka að horfa til. Og þú vilt sjá umræðina svolítið fara í aðra skorður og fastari? Já, algjörlega. Ég vil bara komast upp úr þessari varaflugvöll umræðu sem er bara búin að gera öllum bara svolítið illt og búin að gera alla hluti pínlítið flóknari heldur en þurft að vera og við bara nálgumst þessa hluti út úr því sem þeir eru. Það mun þurfa ríkisfjármagn til að byggja upp, sem sagt, svona betri þjónustu á Akureyrarflugvelli, svo við tölum bara hann núna. Innviðir samfélagsins eru til staðar, þannig að ákvörðun ríkisins, hún ætti ekkert að vera neitt sérstaklega erfið, en það er alveg ljóst að það sama hver vilji Isavia er, að þá er eigendastefnan sem segir að við eigum að fjárfesta í verkefnum sem að skila fjárhagslegri arðsemi og við verðum að halda þeirri eigendastefnu mjög skýrri áfram því leið við fyrir með eitthvað slaka og klóni þar, þá kemur það bara niður á uppbyggingun á Keflavíkurflugvelli, sem kemur niður á flugtengingum, sem kemur niður á hagvexti, því að sjóðirnir eru ekkert endalaust djúpir á Isavia. Þeir bara eru langt frá því að vera botnlausir. Sveinbjörn Indriðason, forstjóri Isavia, þakka þér fyrir spjallið. Takk fyrir sömuleiðis.